Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og blessu og velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar hittum við formann stærsta verkalýðsfélagsins á Suðurnesjum og tökum stöðuna á alvarlegu atvinnuástandi. Við förum síðan með ungum peyjum úr Heiðarskóla í Reykjanesbæ í síðasta tíma þeirra í valáfanganum orku og tækni. Kíkjum í lokin í veglega rafræna útgáfu Víkurfrétta en hefjum leikinn með Guðbjörgu Kristmundsdóttur hjá Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis. Hvað segir formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur á þessum tímum, þegar atvinnuleysi í hæstu hæðum? Ég segi nú svo sem alveg allt gott, en ástandið ekki gott. Nei. En maður alltaf að reyna að halda í einhverju svona bjartsýni og vona að þetta fari nú að lagast. Maður búin að segja það í 2 mánuði. En vissulega ástandið ekki gott. Við tölum saman fyrir það bila ári síðan þegar Vá féll og það voru slæmafréttir, mjög slæmafréttir, en það eru bara eins og góða fréttir við hliðina á stöðunni sem núna. Já, það var bara smá skellur með við þennan, en á þeim tíma fannst manni það vera stór skellur. Já. Þannig að þetta vissulega mikið sjokk og svæðið okkar á samfélagi mátti bara enga með við þessu. Þetta svo miklir öfgar sem að svæðið búið að upplifa núna síðusta áratuginn cirka. Kannski bara frekar halva áratuginn, síðustu 5-6 árin. Gríðarleg uppbygging, gríðarleg fjölgun starfa, allt í kringum flugið. Þar eru ykkar félagsmenn mjög fjölmennir. Svo bara núna bara klippt á einhvern veginn. Og hvernig eru þið að upplifa þetta? Fólk að koma til ykkar eða hafa samband? Hvernig finnst þér bara segjum við andleg líðan ykkar félagsmann að vera þessa dagana? Sko, það var náttúrulega lokað á skrifstofunni, fólk gat ekki komið á skrifstofuna meðan að mestu fréttirnar og uppsagnirnar og allt voru yfir að ganga. En fólk var mjög duglegt að senda tölvupósta og fá upplýsingar, hringja, senda skilaboð gegnum Facebook. Við vorum með mjög miklu sambandi við félagsmennina og það sem að maður kannski tók helst eftir var að sko, þegar það eru uppsagnir þá verður fólk yfirleitt svo reitt. En fólk sýndi miklu meiri skilning núna, þannig að bara vissi það að fyrirtækin voru ekkert að gera þetta að gamni sínu og þetta var bara... Engum að kenna einhvern veginn. Þannig að það var allt öðruvísi einhvern veginn umhverfið og bara svona líðaninn og þetta hjá fólkinu. Ég hugsa að þetta hafi svolítið verið eins og í hruninu. Fyrir hrun þá var það rosalega mikið tabú að vera atvinnulaus. Það sagði enginn frá því óviljugur að hann væri atvinnulaus og þetta var svona, maður skammaði sín fyrir það og eitthvað. Svo einhvern veginn í hruninu þá urðu allir atvinnulausir eða margir. Og þá var þetta ekkert einhvern veginn svona, fólk sagði það bara nei, ég á atvinnulausbótum og það var ekkert issue. Meðan og ég held að þetta sé svolítið núna, það eru svo margir að missa vinnuna, svo margir að fara í hlutastörf, það eru svo margir á einhverjum hlutabótaleiðum eða einhverju, að fólk hefur einhvern veginn meiri skilning á því og það enginn dæmdur fyrir það að vera ekki í vinnu. Vonin kannski sterkari núna? Já, og ég held að hugsi það líka, fólk að hugsa þetta meira, þetta bara ástand sem svo lagast og ég fer bara aftur í vinnuna. Ég held að fólk sé svolítið þar. En vissulega upplifðu við líka hræðslu hjá fólki og þá sérstaklega kannski hjá einstaklingum sem voru einir fullt af útlensku fólki sem farandverkamönnum sem að koma og koma kannski ekkert með neinum og hefur þá ekkert í kringu sig og komst ekkert úr landi og bara fast búið að segja þau upp vinnuna, hafði ekkert að gera. Þannig að það voru svolítið svoleiðis samtöl sem að maður átti og oft kannski svona samtöl sem maður átti í gegnum skilaboðin á Facebook að fólk var bara svona spjalla, bara spurja, veist eitthvað um þetta og ekkert endilega eitthvað svona félagstengt sko. Við vorum svolítið upplýsingaskrifstofa og
og jafnvel upplýsingaskrifstofa fyrir Vinnumálastofnun því að fólk leitaði og spurði hvernig virkar þetta og svoleiðis. Og þannig að það var svona svolítið allur gangur á því hvernig staðan hjá fólki, sko. Nú hefur svæðið þurft að stóla á útlendinga innflutt vinnuafl núna í þessum mikla uppgangi og ég spyrir kannski bara fyrst um þetta fólk. Hvernig staðan á því? Þessi útlendingar ennþá á svæðinu? Eða eitthvað að þessu fólki fara heim? Einhverjir af þessum einstaklingum fóru heim meðan þeir gátu og hafa þá ekkert komist tilbaka jafnvel. Og þeir eru margir hverjir í slæmri stöðu því að þeir eru engin réttindi. Þeir kannski, ef þeim var sagt upp, þá geta þeir ekki unnið uppsagnarfrestin sinn. Og þetta var svona einn af þessum hópum sem Vinnumálastofnun var að skoða. Þetta var kannski ekkert gríðarlega stór hópur en einhverjir þó. Einhverjir hafa ákveðið að fara ekki og eru bara og bíða og vonast til að komast aftur í störf, en svo maður að heyra því núna að það einhverjir að fara aftur til Póllands. Ég held að fara svolítið eftir bara stöðunni í hvernig starfi varstu ráðinn í framtíðarstarfi eða varstu í tímabundnu starfi. Ég held að það spila allt inn í þetta. Við erum að tala einhverstaðar í kringum 30% atvinnuleysi á Suðurnesjum. Þið eru stærsta verkalýðsfélag á svæðinu. Hvað þetta margt fólk hjá ykkur? Sko, ég skoðaði þetta fyrir stjórnarfund hjá mér í síðustu viku og þá sáum við að það voru 1300 manns hjá okkur sem voru komnir inn á skrá hjá Vinnumálastofnun. En það samt staðan sem tekin í lok mars. Þannig að þá allur apríl eftir, þannig að ég myndi giska á það að það væru svona 2000 manns hjá okkur sem eru atvinnulausir. Og svo það örugglega allavega 1000 í viðbót sem eru hlutabótarleið. Ég gæti trúið að þetta væri svona 3000 manns í heildina af 4800 félagsmönnum sem eru annaðhvort atvinnulausir eða hlutabótarleið. Þetta svakaleg staða. Þetta rosaleg staða, rosalega stór hluti. Og þú veist náttúrulega ekkert hvað að fara að gerast, þannig laga. Ekki frekar en ég, nei. Þannig að þú getur ekki svarað þeirri spurningu. Nei, og maður veit alveg, ef við heyrt af atvinnurekendur sem eru að segja upp fólki vegna þess að bara til þess að verja sig að því að þeir viti ekki hvernig verður næstu mánuður eða þar næsti og það breytist allt rosalega hratt. Maður heyrði bæði Spánn og Noregur ætluðu að vera lokað til janúar 2021. 5 vikum seinna bara komin önnur staða og Spánn farin að tala um að opna í byrjun júlí. Þannig að það veit í rauninni enginn hvernig staðan verður eftir viku, sko. Þannig að Þannig ertu með smá von í brjósti að þetta verði betra, skára, heldur en við áttum von á? Já, ég held að þetta verður betra og ég hef alltaf sagt að þetta verður ekki eins slæmt og við heldum. Og já, ég hef trúað í að maður reyndar alltaf pínlítið hræddur með að tala seinni bylgjuna, sko, eða næstu bylgju, sagði nú, held ég sóttvarnalæknir eða eitthvað. Þannig að þetta hljómaði nú eins og eftir að koma margar, en ég vonaði bara að þetta sé að ganga yfir og það hefur nú svo sem gerst í svona heimsfaröldrum að það eins og guðið bara upp, þannig að maður eiginlega að vona það, þetta sé bara að ganga yfir. Eitthvað verið að gera á meðan þetta ástand varir? Það að bjóða fólkinu að fara á námskeið eða eitthvað slíkar aðgerðir í gangi? Já, það það hefur verið sett aukið fjármagn hjá, við erum námsstyrkjasjóðunum sem við eigum sem heitir Starfsafl og hann hefur verið að setja aukið fjármagn í styrki og hækka prósentuna, fólk getur fengið hærri styrki ef það vill sækja námskeið eða fara í nám með eitthvað slíkt. Þannig að og svo höfum við verið að bjóða bara upp á námskeið líka. Þannig að það svona verið að reyna að koma til móts við fólk þar. Hvað finnst þér aðgerðir ríkisvaldsins í þessum málum? Gagnvart stöðun á svæðinu? Já, sko, mér finnst þetta alveg gott sem gert en það þarf bara að gera svo mikið meira. Og ég veit að það að fara af stað hópur sem á að skoða Suðurnesin sérstaklega og það byrjað að hóa út fólk í þann hóp sem að mér finnst mjög mikilvægt og þetta alveg akkúrat tíminn, við höfum oft talað um að það stofnanir eru fjársveltar og svona, þetta akkúrat rétti tíminn til þess að henda inn þar og kallar á fleiri störf. Algjörlega og eins og bara sjúkrahúsið algjörlega vannýtt.
væri hægt að hafa flotta þjónustu hérna og bjóða upp á svo mikið meira. Við erum með skurðstofu hérna sem algjörlega ónýtt. Af hverju ekki kýla á þetta og gera bara heilsugæsluna og sjúkrahúsið hérna bara frábært af því að það hefur alveg alla burði til þess. Skólarnir hérna, þeir hafa kvartað mikið yfir fjársvelti. Það þarf að henda inn þar og koma bara fleiri störfum í gang og gæta því að þessi störf séu fjölbreytt. Passa það að þetta verði ekki eingöngu einhver ein tegund af störfum, þetta þarf að vera fjölbreytt. En nú rauninni haustið svona það sem menn hafa áhyggjur af. Það mikið af störfum eða talsvert af störfum sem í boði í sumar fyrir ungmenni og fleiri, en svo klárast það og haustið tekur við og það svona kannski stóra áhyggjuefni á meðan óvissan svona mikil. Já, sko það getur, ég held að sé svolítið erfitt að plana bara fram í tíman því þetta getur alveg fara á báða vegu. Kannski verðum við bara komin í ágætissveiflu þar og kannski verðum við farin að sjá meiri ferðalög mögulega og þá náttúrulega þessir einstaklingar sem eru að taka sér sumarstörf mikið, þau eru komin aftur inn í skólana. Kannski fólk farið að byrja að fara aftur út í fyrirtækin, maður veit það ekki. Ef ekki þá þarf náttúrulega að bregðast einhvern veginn sérstaklega við því. En aðeins aftur útlendingana sem margir þeirra eru hreinlega búin að setjast hérna að og eru að verða og eru bara orðnir Suðurnesjamenn og Íslendingar. Orðnir Íslendingar, já. Þannig að þú átt ekkert frekar vona því að það verði einhver bylgja af þeim að fara í burtu og hvað gerir síðan, gera sig grein fyrir því að þróunin verði jafnvel ekki jafn hröð aftur upp. Þannig að þeir verði kannski hér atvinnulausir í 1-2 ár plús, við vitum það ekki. Já. Hvernig hefur heyrt í þessu fólki? Hvað það að hugsa? Er það bara ánægt á Íslandi á bótum? Mjög stór hópur af þessu fólki sátt hérna og ég held að þeir sem eru það ekki, þeir fara bara eða eru farnir. En sko, maður alltaf óttast að hér komi hópur af langtíma atvinnulausum vegna þess að það var svolítið stór hópur sem var þegar komin inn á atvinnulausbætur í kjölfar fall WOW. Þannig að þessir einstaklingar, sko, þeir eru ekki að fara að fá kannski vinnu næstu mánuði og það líklegra að fyrirtækin taki aftur inn sama fólkið og hérna þau sögðu upp vegna þess að það fólk með reynsluna. Þannig að það svolítið hætt við verðum með svolítið stóran hópið sem verður langtíma atvinnulaus og það mjög slæmt. Því lengur sem fólk á atvinnulausbótum eða án atvinnu, því erfiðara fyrir það að fá vinnu. Þannig að hugsanlega fer eitthvað að þessum hóp út. En svo fer það líka bara eftir atvinnuástandinu í heimalandinu. Kannski tekur ekkert betra við og þá eru við jafnvel með betra kerfi hér heldur en þau myndu vera gangi úti. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að spá fyrir þetta og það allur gangur á þessu. En svona heilt yfir, hvernig þú reynir að rýna aðeins inn í framtíðina fyrir okkur? Já. Unga konan sem með stærsta verkalýðsfélag á Suðurnesjum. Já. 1000 manna treysta á þig. Já. Það ekki að skafa því. Sko, það rosalega erfitt að spá í framtíðina eins og við vorum að segja, en kannski það sem við getum tekið með okkur úr þessu og þessi umræða var líka komin á stað áður, að við þurfum að hafa fjölbreyttar atvinnulíf hérna. Við vorum með einhvern veginn öll eggin okkar í sömu körfunni og svo kemur gat á þessa körfu og við bara horfum í gegn. Þannig að við þurfum að vera með fjölbreyttar atvinnulíf klárlega. Og það eitthvað sem við þurfum að fara að vinna að. Við getum ekki bara horft á ferðaiðnaðinn og við þurfum, sko, sérstaklega eins og hér í Reykjanesbæ, þú veist, það er ekki eiginlega svo gott sem engin fiskvinnsla hérna, meðan að við horfum á nágranna sveitarfélögin eins og Garð og Grindavík og Sandgerði, að þar kannski ástandi skárra þeir litunum til að þar fiskvinnslan. Þannig að við þurfum að setja það svona á listan hjá okkur að gera það, að skapa meiri fjölbreytni hérna og vera ekki öll á sama stað. Ég verð þá að spyrja það eitt stórt dæmi í pípunum, þarna út í Helguvík. Já. Það að tala að koma kísilverksmiðju aftur í gang og stækka hana og gera meira og hvað segir það? Þetta rosalega óþægilegt umræðefni, sko.
að sjálfsögðu viljum við fá fleiri störf en á móti kemur sko þetta eru rosalega sérhæfð störf og eru Íslendingar að fara að vinna þessi störf eða þurfum við að fá inn eitthvað þjálfað vinnuafl sem að getur unnið þessi störf, þetta að fara að nýtast okkur og við náttúrulega þurfum bara ekki að horfa rosalega langt aftur í tíma þegar var kveikt á þessari smiðju og fólk kvartaði hérna alls staðar yfir mengun og fólkilega illa yfir þessu, við erum engu bættari með það. Þannig að ef að það á að fara af stað með eitthvað og svo ákvörðun verður tekin þá þarf það að vera verulega ígrundað og það þarf að bæta aðbúnað mikið og líka skoða þetta, þú veist, hver ávinningurinn að þessu? Eru þetta Suðurnesjamenn sem eru atvinnulausir sem eru að fara að vinna þarna eða ekki? En við fylgjumst að sjálfsögðu bara með þessu og ef að verður farið í þetta þá ætla ég rétt að vona að það verði staðið vel að starfsmanna og samningsmálum og staðið við allt sem að lofað þar því að hérna, við erum engu bættari með það að fara að fá einhverja versmiðu ef að það á svo að fara í einhvern leik með laun og kjör og starfsmannahald og eitthvað svoleiðis, ekki það ég hef enga trú á öðru heldur en ef að þetta fer að stað að það verði staðið við allt svoleiðis. Annars bara æpum við, þá látum við ykkur heyra. Við þurfum bara öll að vera dálítið duglega að sýna mikið aðhald og vera vakandi fyrir öllu sko, af því að það er engin tilgangur með að vera að fara á stað með þetta aftur ef þetta er í sömu mynd og síðar sko. Alls ekki, en hérna... En þú vonar að flugvélarnar fara á stað aftur? Ég bara, já. ég vil endilega að hérna, fara að sjá flugvöllin fara í gang. Það er reyndar ekki alkulðar en það er ansi mikið frost. Þannig að við viljum fara að sjá línun þar sko. Og hérna fara að sjá vinnumarkaðinn taka við sér og fólk að komast á stað og sjá lífi í bæinn. Og maður sér svo rosalega mun á því að horfa yfir hvað bærinn er hérna... Rólegri. Já, maður vill fara að sjá lífi í bæinn aftur, það er alveg... Það fer að koma? Vonandi, það er eina sem maður er svolítið hræddur sko að því að nú er sem sagt íslenska ferðaþjónustan að kalla á Íslendingana. Nú er maður bara að vona að Íslendingar verði líka duglegir að heimsækja Suðurnesin. Að þeir sé ekki bara fara út á land og við þurfum kannski að fara í eitthvað átak með það að hóa höfuðborgarbúa í dagsferðir suður eftir eða helgarferðir eða eitthvað. Og eins fólki sem býr út á landi að stoppa ekki bara Reykjavík að koma hingað suður eftir. Því að ég er svolítið hrædd að við sitjum eftir þar í sumar. Að við fáum ekki nógu mikið íslenskum ferðamönnum hingað og við þurfum að skoða það svolítið vel. Nóga hótelplássi og það eru tjaldsvæði á Suðurnesjum og fíni veitingastaðir og fullt að skoða Já, fullt af afþreyingu. Alveg og bara það er nefnilega ótrúlega margt sem er hægt að skoða á Suðurnesjum sem að fólk sem er þess að býr áttar sig ekki á. Þannig að já, ég held að gott markaðsátak fyrir Suðurnes núna væri alveg vel við eigandi sko. Rafvirkjar og píparar eru vinsælir hjá HS Veitum og nemendur í Heiðarskóla í Reykjanesbæ kynntust starfsemi fyrirtækisins vel í valáfanganum Orka og tækni á skólaárinu sem að ljúka. Við hittum þá í Fitjastöð í Njarðvík. Eins og ég sagði ykkur áðan úti að þá koma 2 línur inn í húsið og önnur þeirra kemur frá Hafnarfirði og hinn kemur frá Rauðanes sem tengir okkur við orkuverið í Svartsengi og orkuverið út á Reykjanes. Og ég ætla að fara með ykkur niður í kjallara. Við vorum að spila litin á gólfinu áðan og við erum bara að sýna ykkur hvernig þessar línur virka á gólfinu. Nemendum í 8. til 10. bekk Heiðarskóla í Reykjanesbæ stóð í vetur til boða í fyrsta skipti ný námsgrein í valáfanga sem var orka og tækni. Heiðarskóli fékk HS Veitur og bílaleiguna Geysi til samstarfs og lauk námsgreininni með kynningu í aðveitustöð HS Veitna á Fitjum í Njarðvík í síðustu viku. Markmiðið með náminu var að kynna störf sem krefjast iðnmenntunar og að kynna starfsemi HS Veitna sem eitt stærsta fyrirtæki á Suðurnesjum með fjölda starfsmanna í vinnu. Eins og við fórum yfir í tímanum hjá okkur í skólunum og þegar við vorum að gera mælingarnar í verkefnunum okkar
að þá vorum við að mæla spennu í tenglunum 230 volt, við kannski munið til því. En spennan inn í þetta hús sem kemur frá Svartsengi og Reykjanesi er 132.000 volt. Og við lögum aðal áherslu á rafvirkjun og pípulagnir og við höfum byggt þessa kennslu eða kynningu á þeim fögum. Hvað voruð þið að kenna þeim? Við skiptum þessu á milli okkar tveir, Svanur sem er sviðsstjóri við vatninu og ég sem verkstjóri á rafmagnsvið á Suðurnesjum. Skiptum þessu á milli okkar og Svanur fór yfir veitukerfi vatns og ég yfir veitukerfi rafmagns og við fórum inn á grunn bara þekkingu á rafmagni, menn fengu að prófa að halda á afamæli og skrúfjárni og bítara og fengu að kynnast þeim verkfærum og tækjum og tólum sem við erum að nota dagsdaglega og fengu snert á því helsta sem við erum að gera. HS Veitur er þannig fyrirtæki að þið eru að halda utan hluti sem við erum að nota alla daga, kalt vatn og heitt vatn og rafmagn og þið hefur náttúrulega sagt það. Já, við gerum það og reyndum að koma þeim í skilningum í raun og veru. Þetta er ekki sjálfsagt, það er ekki sjálfsagt að komi vatn úr krananum, hvorki heitt né kalt og það er heldur ekki sjálfsagt að við getum sett síman okkar í samband og haft hann í hleðslu og nóttinni meðan við sofum. Þannig að til þess að geta notið þessar forréttindi í raun og veru sem HS Veitur er að veita okkar viðskiptavinum. Að við höfum leyft þeim að reyna að kynnast þeim innviðum sem við erum að reka. Var þetta áhugavert að vera með peyjana? Var þetta ekki allt peyjar? Jó, allt strákar og bara virkilega flottur hópur og gaman að fá að kynnast því að það skuli vera áhugi og menn hafa áhuga á því sem við erum að gera og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að vekja eins og enn frekari áhuga á okkar starfsemi og okkar veitukerfum. Strákar, hvernig var nú að kynnast þessu? Þetta var nýtt og fjölbreytt og ég var alveg til að fara í þetta því, sko. Það var mjög gaman. Var eitthvað sem kom þér á óvart? Já, til dæmis hvernig vatnið fer á milli staða. Það var mjög flott að sjá það. Já, þetta var skemmtilegt og fróðlegt og bara hvernig rafmagnið er fljótt að fara á vatni. Gerðu þið eitthvað grein fyrir því hvað HS Veitur eru að gera með þessum grunngildum með vatn og heitt og kalt og rafmagn? Já, þetta er hluti sem að fólk tekur ekkert eftir daglega, hvað þetta er mikilvægt í lífinu. Þú sammála því? Já, mjög. Hugsaðu það þegar þú fer í stjörtu? Nei, eiginlega ekki, sko. Ég byrjaði að hugsa þetta eftir að ég fór í þetta val, sko. Eruð þið eitthvað búin að hugsa hvað þið viljið verða í framtíðinni, hvaða nám þið ætlið í? Það var alveg pæling að fara í þetta. Ég er ekki alveg búin að ákveða, en það gæti alveg verið að ég fari aftur í þetta. Í þá eitthvað iðin nám, rafvirkjun eða píparan eða eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað svoleiðis, sko. En þú? Já, ég er búin að hugsa svolítið rafvirkjan. Það vantar eitt rafvirkja í fjölskylduna og allir smiðir, þannig að ég var að spá bara að reyna, pröfa. Þið eruð að nota náttúrulega mjög mikið af iðnaðarmönnum í ykkar starfsemi. Það eru þau störf sem ykkur vantar mjög mikið, er það ekki? Jú, við erum með rafvirkja og rafveituvirkja og svo erum við með pípara og við erum með vélvirkja líka. Þannig að við erum vatnsdeildin er að reka dælustöðvar þar sem við þurfum á vélvirkjum að halda og svo pípurum þar sem við erum að reka bæði hitaveitu og kaldavatnsveitu og við svo í rafmagninu að reka rafveitu. Þannig að við höfum þörf á iðnaðarmönnum í þessum störfum og svo sjálfsögðu tæknimentuðu fólki líka. Já, tæknin er komin inn hjá okkur, þetta er allt orðið tölvukerti, er það ekki tengingin? Jú, við erum höfum yfirsýn yfir háspennukerfið okkar allt í skjákerfi og höfum þar alveg góða yfirsýn þar. Eins og við fórum inn á aðeins áðan þá erum við að fylgjast með spennunum okkar, nýju spennunum á fitjum, það er gert í gegnum tölvukerfi og það er saman með vatnssviðið að þeir eru að fylgjast með þrýstingi og öðru í gegnum tölvukerfi, skatakerfi. Þannig að þetta er svo sem alltaf færist þess átt og svo eins með snjallmælan okkar að þar erum við líka að taka upplýsingar í gegnum loft og þannig að kúnninn getur haft betri vitneskju hvað hann er að nota hverju sinni frá klukkutíma til klukkutíma. Þannig að þetta er alltaf færast í þessa átt. Þú vona því að einhverjur af þessum nemendum
eigi eftir að enda sem starfsmenn HS Veitna? Klárlega, ég held að það sé ekki spurning og það væri bara virkilega ánægilegt ef að verði. Bryndís Jóna Magnúsdóttir, skólastjóri Heiðarskóla, segir að tilgangur með valgreinum sé að gera nemendum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðar áform. Þeir þurfi að horfa til framtíðar. Hún var afar ánægð með samstarfið við HS Veitur. Bryndís, þetta hefur verið skemmtilegt hjá strákunum að vera að kynna sér þessa starfsemi. Já, virkilega. Og bara þeir hafa haft bæði gagn og gaman af og þetta er líka bara svo gaman að sjá þetta verða veruleika. Þetta er svona hugmynd sem við erum búin að ganga með í maðunum lengi og bara frábært hversu vel HS Veitur tóku í þetta samstarf og hafa gert það með miklum glæsi brag. Stefnir á því að tengja skólan betur við atvinnulífið og gera þetta gegnum fleiri aðila? Já, það væri náttúrulega alveg frábært að geta gert það. Við allavega tökum þetta skref í bili, sko. Þetta er náttúrulega líka fyrirtæki þessara stærðargráðu, ótrúlega gaman að geta komið á þessu sambandi við HS Veitur, sko. Og en við höfum líka kannski svona smærri verkefnum verið í góðu samstarfi við bæði stofnanir og fyrirtæki í bænum og erum alltaf að hugsa í þessa átt. Ég held að sé öllum til bóta. Þannig að nemendur sem eru svona komnir í efstu bekkja, þeir kynnist betur atvinnulífinu með þessum hætti. Já, akkurat. Þeir möguleikur sem í boði í heimabyggð og náttúrulega líka eins og svona samstarf náttúrulega opnar augu krakkana fyrir líka bara þeim menntaleiðum sem þeim stendur til boða og hvernig þau geta nýtt þá menntun sem þarf í svona störf, sko. Víkurfréttir koma víða við í þessu 22. tölublaði ársins því 10. í rafrænni útgáfu og af nóg að taka því efnið er fjölbreytt. Við tökum hús á Ásdísi Ármannsdóttur sýslumanni á Suðurnesjum sem segir okkur frá starfsemi sýslumannsins síðustu 2 mánuði. Sigurður Jónsson er flugumferðarstjóri í Kanada. Honum þykir erfiðast að sætta sig við að geta ekki kíkt í kvöldmat til mömmu og pappa þegar honum dettur í hug. Framkvæmdastjóri Hljómahallarinnar, Thomas Young, deilir með okkur sínum 5 uppáhaldsplötum. Við heimsækjum Lighthouse Inn, hótelið á Garðskaga, en það fær toppeinkunn á heimsvísu. Hótelstjórinn Gísli Heiðarsson talar 3 fyrstu árin og framtíðarplönin. Njarðvíkingurinn Hinrik Hafsteinsson sem í skiptinámi í Þýskalandi segir frá sinni upplifun af COVID-19 og hverju það hafi breytt í hans daglega amstri. Glöggir vegfarendur ættu að hafa tekið eftir stóru veglistaverki sem prýðir nú húsgafl við Greniteig í Keflavík. Við skoðum það. Umfjöllun íþróttur er á sínum stað þar sem við segjum frá ljónatemjurum og hvernig það var fyrir kylfinginn Guðmund Rúnar Hallgrímsson að vinna flestu ungu kylfingana á fyrsta stigamótinu. Þá skoðum við hve hátt framlag ríkisins var til íþróttafélaga á Suðurnesjum vegna áhrifa COVID-19. Þetta og margt fleira í nýjustu víkufréttum. Við þökkum fyrir okkur í þessari viku, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl.